Offramboð af kjöti í landinu og búast má við að fjöldi bænda verði gjaldþrota á næstu mánuðum, segir formaður Bændasamtaka Íslands. Margra flokka stjórn verður áfram í Finnlandi þó að mið- og hægri flokkar vinni nú fylgi frá jafnaðarmönnum. Búist við lítilli kjörsókn í kosningunum eftir rúma viku. Það þjóðir eða alþjóða íþróttasambönd sem samþykkja ekki tillögur alþjóða lyfjaráðsins samræmdar og hertar reglur til að sporna við lyfjaneyslu íþróttamanna fá ekki að taka þátt í Ólympíuleikum. Gott kvöld, nú hefjast seinni fréttir hér í sjónvarpinu. Búast má við að fjöldi bænda verði gjaldþrota á næstu mánuðum vegna offramboðs og verðlækkunar á kjöti, einkum kjúklingum og svínakjöti. Formaður Bændasamtaka Íslands gerði erfiðleika á kjötmarkaði að umræðuefni á búnaðarþingi sem hófst í dag. Hann sagði að mikið verðfall hefði orðið á öllu kjöti á síðasta ári vegna offramboðs, þannig að bændur væru að selja mikið af framleiðslunni undir kostnaðarverði. Birgðir væru einnig að safnast upp. Þá sagði hann að á liðnu ári hefðu öll svínabú í landinu verið rekin með halla og eigið fé væri víða gengið til þurrðar. Það í raun og veru ekkert viti að vera að framleiða kjöt langt undir kostnaðarverði og menn væru hættið í ábyggilega margir nema af því að þeir eru með mjög miklar fjárfestingar sem þeir þurfa að standa straum af, lánum, gjöldum og því sem fylgir fjárfestingum og eru þessna að reyna að nýta þér þó að þeir hafi í raun og veru ekkert út úr því. Og þú sér enga leið út úr þessu? Það engin lausn góð. Eina vonin að bændur beri gæfu til þess að hætta framleiða undir kostnaðarverði og þá ætti að komast á jafnvægi en það mjög erfitt að ná það samkomulagi. Ari segir að ef verð kjúklinga og svínakjöts hækkar ekki, blasi fjölda gjaldþrot við hjá svínabændum en allir stærstu kjúklingaframleiðendur séu þegar gjaldþrota. Þingkosningar verða í Finnlandi 16. mars. Mikil óvissa úrslit en miðflokkurinn hefur unnið á að undanförnu og kostnað jafnaðarmanna. Í Finnlandi löng hefð fyrir samsteypustjórnum margra flokka, stundum fleiri en nauðsynlegt vegna þingstyrks. Þetta kosningafundi í Úrjala í gær. Kosningabaráttan þykir hafa farið heldur dauflega af stað. Einn af reyndustu stjórnmálamönnum Finnlands og fyrrverandi ráðherra, Riitta Uusitalo, forseti finska þingsins, í heimsókn hér á landi i boði Alþingis. Det naturligt oppositionen har större möjligheter att växa där framför valen. Men sedan folket vet och folket röstar och ingen vet hur som det var. Hún segir að eftir kosningar verði á nefa margra flokka stjórn í Finnlandi eins og áður. Vi har haft verkligen sådan regnbågeregering så att där har varit från vänster till höger alla partier, också det gröna brukade vara där. Men Centern har varit stor opposition däremellan. Græningar gengu úr núverandi ríkisstjórn fyrir skömmu eftir að hún ákvaða að leysa úr orkuskorti með því að fjölga kjarnorkuverum. Greinilegt að hún öfundar Íslendinga af vatnsorkunni. Det är bara den 5:e reaktor, att det är inte så stor beslut man talade, men säkert och här i Island där energi är så mycket viktig och fin sak så också behöver vi och vår industri mera energi och det var, tycker jag, bra beslut. Jafnaðarmenn hafa verið í stjórnarforystu í 8 ár en áður fór flokkur hennar, Samlingspartiet, með forystu. Og meira tengt Finnlandi því Kaupþing og helstu stjórnendur finnska fyrirtækisins Hurra Group hafa keypt alla hluti í félaginu. Fyrirtækið í fararbroddi í Evrópu í kælu og frystitækjaframleiðslu. Hlutur Kaupþings verður 50%. Finnska fyrirtæki velti rúmum 12 milljörðum króna í fyrra og starfsmenn þess eru rúmlega 800. Fyrirætlanir fyrirtækisins fyrir þetta ár eru byggðar á væntingum vöxt þess á helsta markaðsvæði fyrirtækisins, Norðurlöndum og Norður-Evrópu. Gert ráð fyrir frekari fjárfestingum í kælivörum hjá fyrirtækjum í matvælaiðnaði og smásölumarkaði og hjá veisluþjónustu. Formaður stjórnar Vinafélags Íslensku óperunnar telur upplagt að óperan fái inni í nýju tónlistarhúsi. Gamla bíó sé ófullnægjandi starfsvettvangur. Borgarráð heimilaði í dag borgarstjóra að ljúka samningum við ríkið stofnun einkahlutafélags byggingu tónlistarhúss. Vinafélag Íslensku óperunnar veitti óperunni í dag styrk til að halda eina aukasýningu á óperunni Macbeth sem sýnd hefur verið í vetur. Uppselt var á 8 sýningar en þá var þeim hætt enda var kostnaður umfram tekjur á hverri sýningu rúm 1 milljón króna. Vinafélagið tekur nú að sér að kosta eina sýningu.
Með þessu vill félagið jafnframt vekja athygli á húsnæðisvanda óperunnar. Skýringin á mismun kostnaðar og tekna sé sú að Gamla bíó rúmar aðeins 470 áhorfendur en ef Macbeth hefði verið sýnd í 800 manna sal hefði hvert sýningarkvöld staðið undir sér. Vinafélagið telur því að Gamla bíó sé ófullnægjandi starfsvettvangur fyrir óperuna. Auk þess sé sviðið í bíóinu svo lítið að ógjörningur sé að setja upp stóran hluta af helstu perlum óperubókmenntanna. Nýtt tónlistarhús geti verið lausnin. Við teljum að það sé alveg upplagt að óperan fái inni í tónlistarhúsinu og teljum raunar að tónlistarhúsið þurfi ekki síður á óperuna að halda heldur en óperan á tónlistarhúsinu. Við teljum mjög mikilvægt að tónlistarhúsið verði lifandi menningarhús. Þar verði ekki einungis einir til tvennir sinfóníutónleikar í hverju viku, heldur einnig önnur fjölbreytt starfsemi og teljum að óperan geti þar lagt mikið af mörkum. Á fundi borgarráðs í dag var borgarstjóra heimilað að ljúka frágangi samninga við ríkið stofnun einkahlutafélags byggingu og rekstur tónlistarhús og ráðstefnumiðstöðvar í borginni. Sjávarútvegsráðuneytið hefur ákveðið að banna þorskveiðar í kringum landið í aprílmánuði til að vernda hrygningarstofninn. Bannið verður sett 8. apríl og gildir í 3 vikur fyrir Suður- og Vesturlandi en frá 15. apríl til loka aprílmánaðar fyrir norðan og austan. Hafrannsóknastofnun hafði lagt til 40 daga bann við veiðum en þær tillögur mættu harðri andstöðu útvegsmanna. Bannið verður því jafn langt og fyrri ár en sjávarútvegsráðuneytið ætlar á næstunni að taka hrygningarstopp og veiðarfæranótkun til sérstakrar athugunar. Skólastjórn Salaskóla í Kópavogi varaði foreldra barna í skólanum við því fyrir helgina að í nágrenni skólans væri á ferli maður sem með sælgæti og gylliboðum ýmsum reyndi að lokka stúlkubörn upp í bíl til sín. Í tölvupósti til foreldrana segir að maður hafi verið handtekinn í Breiðholti við slíka iðju og altalað sé að maður sé á kreiki í Linda og Salahverfi í Kópavogi í slíkra erinda. Nú hefur komið í ljós að þetta var rangt. Þetta er sögusagnir sem hafa gengið hér í þessu hverfi og í fleiri hverfum og nánast alla borg að það var einhver maður í nágrenni skólana að lokka börnum í bíla. En þetta er bara söguburður, það er engin fótur fyrir þessu. Sem hefur þessi kvittur hefur flogið höfuðborgarsvæðið allt þá eða hvað? Já, það skilst mér. Ég hef fengið upplýsingar það. Hafa foreldrar haft mikið samband við ykkur vegna þessa? Ekki mikið, það er svona aðeins verið haft samband en fólk hefur auðvitað áhyggjur og við höfum náttúrulega verið að benda fólki á að svona menn hafa alltaf verið á ferðinni annað veifið. Alveg frá því að ég man eftir mér hafa verið svona menn á ferðinni og við bara hvetjum foreldra til þess að brýna fyrir börnum sínum að þiggja ekki far hjá ókunnugum sem eru að reyna að lokka upp í bíl. Ég held að það sé eina leiðin en það er engin ástæða til að vera hræddur og þori ekki að láta börnin út eða leyfa þeim ekki að ganga hverfin. Það er engin ástæða til þess. En í þetta skipti að minnskosti hefur þá óttinn verið ástæðulaus? Sem betur fer var hann ástæðulaus en við verðum bara alltaf að halda vöku okkar og það er kannski það sem við fáum út úr þessu máli núna. Allur er varinn góður? Allur er varinn góður. Og þá að viðskiptum í Kauphöllinni sem námu alls tæpum 4 milljörðum króna í dag, úrvalsvísitalan lækkaði 0,1%. Fuji-vísitalan lækkaði 1,6%, Nasdaq lækkaði tæp 0,9% og Dow Jones 1,7%. Gengisvísitalan hækkaði í dag og hefur krónan þá vext sem því nemur. Dalurinn veiktist og hafði lok dags rétt rúmar 77 krónur, pundið var 122 krónur og evran rétt rúmar 84 krónur. Þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í fréttum okkar klukkan 7. Stjórn Baugs fundar óformlega á 50 til að ræða trúnaðarbrest og trúnaðargögn sem lekið hafa frá fyrirtækinu. Tyrkir fá ekki fjárhagsaðstoð frá Bandaríkjunum ef Bandaríkjaher fær ekki að nota Tyrkneslandsvæði til árása. Hermönnum við Persaflóa fjölga stöðugt. Akureyrarbær hefur 5 sinnum þurft að greiða bætur til kvenna vegna jafnréttismála á 8 ára tímabili. 21 lést og yfir 100 slösuðust sumir lífshættulega þegar sprengja sprakk á flugvelli á Filippseyjum í morgun. Þingmenn Vinstri grænna töluðu til skiptis í allan dag við síðustu umræðunum álver í Reyðarfirði fyrir nær tómum þingsal. Talsmaður Iceland Express segir ekkert því til fyrirstöðu að ríkisstarfsmenn séu bókaðir með félaginu. Það geti sparað ríkinu umtalsvert fé. Og of mikil saltneysla getur valdið háum blóðþrýstingi en á sprengidagur eru fleiri lagðir inn á bráðamóttöku sjúkrahúsa með hjartapillun en aðra daga ársins.
Ísraelski stórmeistarinn Emil Sutovski efstur á minningarskákmótinu í Borgarleikhúsinu með fullt hús eftir 6 umferðir. 6 erlendir stórmeistarar koma næstir með 5 minninga hver. Jóhann Hjartarson efstur Íslendinga með 4,5 minning. Samræmdar og hertar reglur til að stemma stigu við lyfjaneyslu íþróttamanna verða væntanlega samþykktar á morgun á ráðstefnu Alþjóða lyfjaráðsins í Kaupmannahöfn. Jacques Roch, forseti Alþjóða Ólympíunefndarinnar, lagði lyfjaráðinu mikið lið í ræðu sinni í gær þegar hann sagði að það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir sérsambönd og þjóðir að spyrna við fótum gegn samræmdum lyfjareglum. Ladies and gentlemen, there should be no place at the Olympic Games for international federations or national Olympic committees who refuse to implement the code. Likewise, no organization of the Olympic Games should be awarded to a country whose government has neglected or refused to implement the code. Alþjóða knattspyrnusambandið og hjólreiðasambandið hafa hingað til verið tregust í taumi stærstu íþróttasambandana. En tilkynnt hefur verið að þau fallist á reglurnar. Enn fremur að atkvæðamestu þjóðir heims ætlið að lúta þeim og því binda menn vonir við að samræmdar lyfjareglur á heimsvísu verði að veruleika á morgun þegar ráðstefnunni lýkur. Kaiserslautern komst í úrslit þýsku bikarkeppninnar í knattspyrnu í kvöld þegar liðið vann Werder Bremen með 3 mörkum gegn engu. Og Rússar báru sigur úr býtum í listhlaupi karla og í ísdansi á heimsmeistaramóti unglinga í Tékklandi. Oksana Domnina og Maxine Schabalin urðu heimsmeistarar í ísdansi. Hún 18 ára og hann 21. 24 pör frá 15 þjóðum öttu kappi í dansinum og það eru sigurvegararnir sem að líða hér ísinn. Ungverjarnir Núra Hoffmann og Attila Elek urðu í öðru sæti. Þau eru 17 ára og 20. Þriðja sæti heftu Jelena Romaskaya og Alexander Gratsjev frá Rússlandi sem bæði eru 18 ára. Rússar hrósuðu einnig sigri í listhlaupi karla og varð Alexander Sjúbin heimsmeistari unglinga. Hann leikur hér listir sínar. Bandaríkjamaðurinn Evan Lysacek varð annar og Alban Prebo frá Frakklandi þriðji. Keppendur á mótinu voru á annað 100 frá 47 löndum. Sjúbin var elstur þremenninganna sem komust á velunapall, 20, hinnir 2 eru 17 ára. Og við ljúkum fréttatímanum þessu sinni með myndum frá karnívalinu í Feneyjum sem lýkur í kvöld. Karnívalið hefur árabil þótt með þeim fjörulegustu og fjölsóttustu í Evrópu og talið að 150.000 manns hafi sótt að þessu sinni. Fréttir eru næst á samtengdurásum útvarpsins á miðnætti og okkur klukkan 7 annað kvöld. Verið sæl.